Góðan daginn. Verið hjartanlega velkomin á þessa vinnustofu inngildingu í Erasmus Plus áætlunni. Ég heiti Miriam og ég ætla að vera með ykkur í dag og stýra þessu. Ég vil líka bjóða þau velkomin sem eru að fylgjast með úti á landi eða kannski bara heima hjá sér. Við erum í beinu streymi og það er bara mjög gaman að geta boðið upp á þetta því að við erum náttúrulega land þar sem að fólk býr á alls konar stöðum sem að komast ekkert endilega alltaf á einhverja kynningar í Reykjavík. Þannig að þetta er svona, fyrir mig að þetta var svona fyrsta skipti sem að ég er með svona tækni fólk hérna. Ég ætla að þakka þeim fyrir að stilla þessu svona fínt upp fyrir okkur. Og svo vil ég auðvitað þakka táknmálstúlkinum okkar fyrir að túlka fyrir okkur þannig að fólk geti fylgst með heima sem að notar eða talar táknmál. En já, ég ætla bara að byrja þessa kynningu. Þið megið stoppa mig og spyrja ef það eru einhverjar brennandi spurningar en við ætlum svona að reyna kannski að hafa þær í lokin. Ég vil líka bara benda ykkur á að við verðum með smá svona æfingu fyrir ykkur sem að krefst þess að þið þurfum að vera með símana ykkar við höndina og það verður aðeins seinna í kynningunni, fínt að hafa það bara einhvers staðar nálagt, bara á silent. En hérna þetta er svona gagnvirk hugsunaræfing inngildingu þannig að svona bara vildi segja ykkur þetta núna svo það verði ekki eitthvað fótur og fit hérna á eftir þegar að við byrjum þessa æfingu. En ég ætla bara að dempa mér í þetta. Ég heiti sem sagt Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og ég er inngildingar fulltrúi landsskrifstofu Erasmus Plus þannig að það er svona mitt að sjá til þess að það sé inngildingar stefna hjá landsskrifstofunni og að samstarfsfólk mitt svona hafi inngildingu í huga og líka að styrk þegar í áætluninni hugi að inngildingu í sínum verkefnum. Og áður en ég byrja þá ætla ég bara rétt að kynna mig á ensku af því ég veit að það eru þáttakendur sem eru hérna sem þeim finnst þægilega að tala ensku. So just to make sure that everybody has understood, my name is Miriam Petra Ómarsdóttir Avat and I'm the Inclusion Officer at the Icelandic National Agency. So I'm responsible for inclusion in the program here at the Icelandic Agency and I help my colleagues and hopefully now the beneficiaries to understand inclusion in the program better. Like I have previously said, the workshop will be in Icelandic, but I have provided slides and of course you are free to ask any questions in English at any time. Allavega, þá ætla ég að dempa mér í þetta. Þið vitið væntanlega flest hvað Erasmus Plus er en ef það er einhver vafaatriði með það þá er hérna Erasmus Plus áætlun á vegum Evrópusambandsins sem Ísland tekur þátt í á grundvelli EES samningsins og áætlunin veitir styrki til ýmissa mála á sviði menntunar, þjálfunar, íþrótta og æskulýðsmála. Og þetta er yfirleitt einhvers konar samstarfsverkefni með öðrum Evrópulöndum þar sem er kannski eitthvað flæði milli landana, starfsfólk eða styrkþegar fá styrki til þess að fara til annarra Evrópulanda og læra þá af störfum þeirra og svo kemur kannski fólk hingað og lærir af okkar störfum. Það geta verið námsferðir nemenda eða námsferðir þeirra sem að þið starfið með. Svo eru sumir sem eru með Erasmus aðild sem er svona ákveðin eins og svona áskrift af Erasmus Plus, ég veit ekki, kannski fæ kollega mína til þess að útskýra þetta betur á eftir fyrir þau ykkar sem ekki þekkja það. Og í ungmennastarfi það er kannski svona sá flokkur helst þar sem er hægt að fá styrki fyrir verkefnum innanlands, en annars er þetta mjög mikið líka flæði millilanda. Svo má ekki gleyma European Solidarity Corps sem er systur áætlun Erasmus Plus, oft skammstafað ESC alveg eins og Eurovision Song Contest, þannig að má ekki rugla því saman. En það eru semst sjálfboðaliða verkefni og samfélagsverkefni sem við sjáum þar. Þannig að þetta er rosalega fjölbreyttur hópur fólk sem getur notið góðs af þessari áætlun. Og bara til þess að sýna ykkur hverjir eru mögulegir umsækjendur. Þetta er rosalega fjölbreytt og þetta er svona litakóða hérna hjá mér, þetta endurspeglar ekki litina á post-it miðanum sem við létum ykkur fá hana áðan. En þetta eru allt frá því að vera háskólar eða aðrar rannsóknarstofnanir og opinberir aðilar yfir í leik-, grunn- og framhaldsskóla. Svo eru þetta aðilar sem að sinna náms- og starfsráðgjöf, starfsgreinasambönd, tungumálaskólar, símenntunarmiðstöðvar, bókasöfn og menningarstofnanir undir fullorðinsfræðslu. Og svo í æskulýðsstarfinu er þetta hópar ungs fólks, félagsmiðstöðvar, æskulýðssamtök og einhver samtök sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Og svo eru náttúrulega íþróttafélög komin undir Erasmus líka því að við sjáum Erasmus sport og það er svona kannski pínu nýtt fyrir okkur að þetta er bara ný áætlun.
og ýmis félagasamtök sem að kannski starfa á einhverjum ólíkum sviðum sem að tengjast eitthvað af þessu. Þannig að þið sjáu að þetta mjög fjölbreytt og ég upplifi það mjög ofta þegar fólk kannski vinnur sérstaklega með einhvern einn hluta áætlunarinnar, þá þekkir það ekkert endilega hvað að gerast í hinum hlutunum, en það rosalega margt sem hægt að læra af milli ólíkra hluta áætlunarinnar. Þannig að mér finnst bara fínt að það svo gaman að þið eru svo fjölbreyttur hópurinn í dag. Það fólk úr alls konar kímum Erasmus Plus sem eru hér. Þarna sýnir þetta fjölbreytileikan í starfinu og mikil reynsla og þekking sem þarna sem við vonumst til þess að skili sér til ykkar kannski umræðanum, af því að það kannski einhver þekking á einhverjum ólíkum sviðum, ólíkt ykkar sem að þið getur lært eitthvað af. Það ákveðin forgangsatriði í Erasmus Plus áætluninni, þessari áætlun sem nú í gangi. Þetta tímabil áætlunarinnar hófst 2021 og stendur til 2027 og inngilding núna eitt af þessum forgangsatriðum, en það líka sjálfbærni, stafræn þróun og virkni í lýðræðissamfélagi. Þannig að þetta svona atriði sem við hvetjum umsækjendur til þess að hafa í huga þegar þau eru að vinna að verkefnum, af því að þegar að umsóknir fara í gegnum matsferli þá þetta eitthvað sem hægt að fá svona auka stig fyrir, eða það svona litið til þess að það sé verið að vinna með eitthvað af þessum forgangsatriðum. Þannig að ég segi það hefur jákvæð áhrif á umsóknir ef að verkefni kemur inn á eða tengist einhver af þessum atriðum og helst kannski fleiri en einum og mitt markmið að inngilding verði líka einhvern veginn alltaf þráður í verkefnum þótt að það sé kannski eitt verkefni sem snúi að stafrænni þróun eða sjálfbærni eða virkni í lýðræðissamfélagi eða bara einhverju allt öðru, að inngilding verði þá alltaf einhvers konar undirliggjandi áhersluatriði til þess að verkefni sé opið fleira fólki. Þannig að þá komum við að stóra máli dagsins sem inngilding í Erasmus Plus og þessi áætlun hefur alltaf átt að vera fyrir allt fólk, en hún það ekki ósjálfrátt, af því það bara einhvern veginn þannig að verkefnin endurspegla hvernig samfélagið okkar og samfélagið okkar ekkert endilega inngildandi. Þannig að við þurfum, ef við ætlum að gera þessi verkefni aðgengilega öllu fólki, að vera í svona ákveðinni virkni gagnvart inngildingu. Þannig að það hefur verið lögð meiri áhersla á inngildingu í þessari nýju áætlun sem í gangi núna, heldur en hefur verið í fyrri áætlunum. Kannski má nefna það að í æskulýðshluta Erasmus Plus hefur lengi vel verið áhersla á inngildingu, en núna í þessari nýju áætlun þetta að skila sér meira út í hina hluta áætlunarinnar, og það var sem sagt gert með því að skilgreina betur hvað það sem getur vakið þessa inngildingar þörf. Þannig að það auðveldara að færa rök fyrir því að sækja aukinn styrk inn í áætluninni fyrir einhvernum ákveðnum þörfum, af því að núna kannski komið svona listi sem að sýnir í hverju það getur falist. Þannig að það hægt að fá styrki fyrir fleiri þætti heldur en áður á því sviði sem inngilding kemur að. En það ekki nóg, ég vil bara ítreka, það ekki nóg að dæla bara einhverju fjármagni í einhverja inngildingu. Það þarf líka að vera með inngildingu í huga í utanumhaldi, í upplýsingamiðlun, hver fær að vita af verkefninu, hverjum boðið að vera með í verkefninu, og líka bara viðhorfi þeirra sem eru að vinna í verkefninu. Það skiptir líka máli, því við viljum ekki endilega vera að eyða einhverjum peningum í að taka fólk inn í verkefnið og svo líður þeim bara illa á meðan verkefnið í gangi. Við viljum það ekki, það ekki alvöru inngilding. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að hugsa þetta svolítið heildstætt. Þetta ekki bara, ég get fengið auka pening fyrir þetta. Það líka kannski viðhorfið og svona hvernig skipulaginu háttað á verkefninu sjálfu. En hvað það sem talið geta vakið inngildingar þörf? Hérna listi sem hægt að finna á heimasíðun okkar, og þar miklu ítarlegri skilgreining á bara öllum þáttunum sem talin upp, og þetta ekki tæmandi listi. Þetta í rauninni bara til þess að gefa ykkur einhverja hugmynd það hvað það sem vekur þessa inngildingar þörf. Og mjög oft það þannig að fólk tengir inngildingu bara við einhverjar líkamlegar hindranir, fötlun eða einhvers konar heilsufarshindranir. Það kannski bara af því að við erum vanari því í samfélaginu að pæla í því út frá þessu, en það getur verið rosalega margt annað. Og við ætlum að gefa ykkur dæmi á eftir þar sem við förum inn á einhverja þætti, einhverja af þessum þáttum, og þá sjáum við hvernig hefur verið unnið með inngildingu í ákveðnum verkefnum út frá einhverju öðru heldur maður kannski býst við.
En bara svo ég fari yfir listana þá þetta náttúrulega fötlun og veikindi eða heilsufarsvandamál. Þetta eru hindranir tengdar menntakerfinu, til dæmis það að vera hvorki í námi eða þjálfun eða hafa bara ekki góða upplifun af menntakerfinu. Það getur krafist þess að fólk þurfi bara einhvern veginn ákveðin stuðning til þess að koma inn í verkefni. Það getur verið menningamunur, þá tungumálamunur, jafnvel þegar við tölum tungumál þá getur það einmitt verið bæði táknmál eða bara önnur móðumál. Það geta verið félagslegar hindranir og efnahagslegar hindranir sem valda því að fólk kannski hugsar bara nei, þessi verkefni ekki fyrir mig, jafnvel þó að þau standi þeim til boða. Og þá viljum við sem verkefnastjórar vera duglegri að svona hvetja fólk eða svona útskýra fyrir þeim að þetta sé líka fyrir þau og þá vera búin að sækja kannski með einhvern inngildingarstyrk til þess að auðvelda þeim þátttöku. Það geta verið hindranir vegna mismununar, fólk sem upplifir mismunun í samfélaginu, til dæmis vegna kyns eða kynhneigðar, eða getur verið ýmislegt annað vegna fötlunar. Það kannski upplifir sig ekki öruggt ef það á að fara í einhverja ferð til annars lands og það þarf kannski að vera einhver ákveðin stuðningur með í verkefninu til þess að þeim líði vel í einhverju verkefni í öðru landi. Og svo geta þetta náttúrulega verið landfræðilegar hindranir. Við vitum að tækifærin eru ekki þau sömu þegar fólk býr í afskekktum byggðum eða úti á landi langt frá alþjóðaflugvöllum og þess vegna það líka mikilvægt að við á Íslandi séum að huga að inngildingu á fleiri heldur en bara þessum sviðum sem kannski eru nærtækust og manni dettur helst í hug að landfræðilegar hindranir eru vissulega áskorun líka. Og svo vil ég endilega hvetja ykkur til þess að hugsa skörun, eða sem á ensku kallað intersectionality, þar sem að það getur verið að þið eru að vinna með hóp sem að upplifir einhverjar landfræðilegar hindranir og allur hópurinn upplifir það, en svo eru þau kannski einhver innan hópsins með einhvern menningamun, félagslegar hindranir eða eitthvað annað og þá þarf kannski að takast á við það á einhvern annan hátt heldur en þessar landfræðilegu hindranir. Og þetta eitthvað sem að má fara í umsóknirnar og sækja einhvern auka styrk fyrir eða bara fá aðstoð frá okkur til þess að svona móta hvernig best að vinna þetta. En bara til þess að gefa ykkur nokkur dæmi raunkostnað sem að má vera með þegar verða að sækja verkefni og sækja auka styrk. Og þetta geta verið aðstoðar og fylgdarmanneskjur. Þetta yfirleitt eitthvað sem fólk hugsar þegar kemur að þá fólki þá með fötlun eða heilsufarsvandamál. En þetta má líka vera ef við hugsum kannski andlega heilsu, ef einhverjum með mjög mikinn kvíða og þarf að vera með einhverja stuðningsmannesku með, það getur líka verið. Þetta getur verið flutningur á búnaði eða kaup á nauðsynlegum búnaði og við ætlum að gefa ykkur betri dæmi það á eftir. Það getur verið gerð aðgengilegra gagna, segjum svo að þið eru með hóp sem ætlar að fara í ferð og þið eru búin að prenta út fullt af gögnum en svo kannski einhver sem að þarf að fá eitthvað svona einhver litaprenti eitthvað svo þau bara sjái, kannski ef þau eru litblind eða eitthvað sjái betur gögnin, þá getur það til dæmis verið eitthvað sem þau gætu sótt auðvitað leiga á aðgengilegu húsnæði eða faratækjum ef þið ætluðu að vera með viðburð og þið þurfið að borga aukalega til þess að koma fólki á staðinn eða vilji vera einhvers staðar þar sem aðgengilegt salerni eða engar tröppur eða eitthvað slíkt, þá gæti það kosta meira, það fer kannski alveg eftir því hvar þið búið, en þá ef það hægt að færa rök fyrir því að það auki aðgengi fólks að verkefninu, þá endilega gerið þið það og takið þið fram í umsókninni. Svo getur það auðvitað verið táknmálstúlkun og móðumálstúlkun líka, þannig að þið gætu verið að fara með fjölbreyttan hóp af fólki í einhverja vinnuferð eða einhverja hópferð og þið ætlið að passa að þau komist öll með og þá kannski einhver einstaklingur innan hópsins sem að þyrfti að hafa túlkun til þess að geta tekið fulla þátt, bara svo allt sé skiljanlegt og þá líka hægt að sækja styrk fyrir því. Þannig að þetta svona, ég að segja ykkur þetta svo að þið séu kannski meðvituð þetta svona fyrirfram að því að þetta yfirleitt ekki eitthvað sem þetta að sækja eftir á og við viljum frekar að fólk hugsi þessi atriði í umsóknarferlinu. Og ég set þarna fyrir neðan stendur verkefni inngildingu eða verkefni með inngildingu. Sum verkefni snúa bara sérstaklega að því að vera inngildandi eða gera einhvers konar inngildingu fyrir einhvern ákveðin hóp. Á meðan önnur verkefni snúast ekkert endilega það en við viljum endilega að þau séu samt með einhverja inngildingu. Þannig að þótt að þið séu ekki að gera sérstakt inngildingarverkefni að þá viljum við að þið séu með inngildingu í huga. Hvernig best að byrja? Þetta hljómar kannski allt voðalega svona yfirgripsmikið og flókið og við viljum endilega bara hvetja ykkur til þess að hugsa kannski smátt fyrst, hugsa svona það sem næst ykkur. Það er ekkert nauðsynlegt að þið séu að fara strax út með einhvern hópa fólki sem að þið eruð að vinna með. Það kannski geta farið 1 eða 2 einstaklingar saman til þess að kynna einhver störf annara sem að vinna við það sama á þið.
bara til þess að læra inngildingu. Þú veist, hvort sem það til þess að gera inngildingarstefnu fyrir stofnunina, gera einhvers konar inngildandi verkefni í kjölfarið. Þannig að það eru alls konar atriði sem þið getur gert án þess að þau sé að byrja á því að fara kannski í eitthvað rosalega stórt Erasmus-verkefni sem að felur í sér rosalega mikið fjölda af fólki og flóknar inngildingarþarfir. Þannig að byrjiði kannski bara smátt og svo getið þið farið að, þegar þið ykkur líður betur með þetta, að stækka verkefnin. Og svo má náttúrulega líka huga að því eru einhverjar inngildingarþarfir meðal starfsfólks. Og það ekkert endilega þannig að ég sé að tala sko, allir þessar inngildingarþarfir bara út frá þeim sem þið vinnið með í ykkar starfi. Það getur líka verið bara starfsfólkið ykkar sem ætlar að fara í ferðina. Þetta sé ekki nema 2 eða 3 sem eru að fara saman, eitthvað sem að hindra einhvern af þeim fara í ferðina og getur það verið hvort það sé upplýsingaöflun eða eitthvað sem bara krefst raunlega aukins kostnaðar og þá endilega skrifið það í umsóknina. Þannig að það er mjög gott að byrja bara á því að kortleggja þarfir þeirra sem þið vinnið með eða eru mögulegir þáttakendur í ykkar verkefnum og við ætlum svolítið að leyfa ykkur að gera það í umræðanum á eftir. Þið getur líka kortlagt hvaða hópar það eru sem eru ekki að taka þátt í starfi stofnunarinn ykkar sem gætu verið að því. Og svo setti ég þann punkt kannski í lokin, ef ykkur finnst inngilding ekki tengjast neinu sem þið eruð að gera, þá kannski gott að spyrja sig hvers vegna það sé. Af því ég fæ þetta oft eitthvað svona, já en þú veist, við erum ekki að gera neitt svona sem við kemur inngildingu hjá okkur. En það held ég bara þannig að það allstaðar einhver inngildingarþörf, af því að inngilding bara snertir miklu fjölbreyttari hóp fólks heldur en við kannski ímyndum okkur þegar við hugsum orðið fyrst. Og bara svona til þess að segja, þú veist, dæmi að þá það bara, þú veist, það að ég sem kona standi hérna fyrir framan ykkur og sem fyrirlestur, það var ákveðin inngilding sem átti sér stað í íslensku samfélagi sem var til þess að ég get gert það. Af því að fyrir einhverjum árum síðan þá var það ekki raunin og það var meira þess að bara frétta, þú veist, það var fréttnæmt þegar fyrsta íslenska konan hélt fyrirlestur út í bæ, þú veist, fyrir 100 og eitthvað árum. Þú veist, það var alveg frétt og það var eiginlega bara svona fólki fannst þetta bara pínu skrítið. En það var inngilding þótt að við kölluðum það ekki þá inngildingu, þetta orð var bara ekki til. En við verum að hugsa þetta út frá okkur sjálfum líka, þetta ekki bara eitthvað annað fólk út í bæ sem að þarf inngildingu heldur mögulega við sjálf líka. En sem sagt, inngilding í Erasmus þýðir að allt fólk eigi að geta tekið virkan þátt í verkefnum sem eru styrt af Erasmus+. Þannig að þá erum við að tala starfsfólk og þáttakendur, þannig að þið sem eru að skipuleggja verkefnin líka auk þáttakandana. Þannig að við viljum að þið hafið inngildingu í huga í öllu skipulagi og undirbúningi verkefnanna alveg frá A til Ö. Til dæmis hvaða viðkemur hvernig vali á þáttakandahóp háttað, hver fær upplýsingar verkefnin, hvernig eru þið að miðla því að stofnunin ætla að fara í þetta Erasmus-verkefni, fer það til einhver ákveðins hóps eða hafa einhverju fleiri starfsmenn sem gætu haft áhuga á því tökka og koma með ef þau hefðu áhuga og eru þið virt að reyna að sækja til fjölbreytts hóps og verkefnið hannað með fjölbreytta þáttakendur í huga. Það líka eitthvað sem þarf að hafa í huga þegar við erum að skipuleggja verkefni og við ætlum að gefa ykkur svona nokkuð dæmi hvernig það fer fram á eftir. Og inngilding ekki bara fjárhagslegur stuðningur, þetta líka að nálgast hópa sem eru ólíklegri til þáttöku í verkefnum og bjóða þeim þáttöku. Áskorunin ofta þetta að gera inngildingu einhvern veginn rauðum þræði í öllu starfi og það eitthvað sem við viljum endilega að þið hafið í huga. Þetta ekki bara eitthvað sem byrjar og endar inn í einhverju Erasmus-verkefni, við viljum endilega að þetta sé eitthvað sem fari bara að verða svona virkt í ykkar, bara öllu starfi hjá ykkur að þið séu að hafa inngildingu í huga. Og Erasmus-verkefni geta auðvitað verið góður svona upphafspunktur. Þannig að þið kannski byrja á því að gera eitthvað verkefni og þið fáið einhverjar hugmyndir og þá getið þið kannski bætt eitthvað starf innan ykkar stofnunar eða ef þið farið hina leiðina og byrjið að pæla í inngildingu hjá ykkur og þá getur kannski komið einhver hugmynd að góðu Erasmus-verkefni út frá því. Þegar við erum að gera Erasmus-umsóknir þá viljum við endilega að þið fáið kannski álit frá fjölbreyttari hópi fólks til þess að þegar þið eruð að skrifa skipulagið á verkefninu og í alls konar ákvarðanatöku. Þannig að það að gera að leita til fjölbreyttara aðila sem þið eruð að vinna með og jafnvel bara hafa samband við aðrar stofnanir og fá álit. Bara við erum að skipuleggja hérna verkefni og við viljum hafa það aðgengilegt og erum kannski að fara að vinna með
hópi sem að við kannski þekkjum ekki alveg aðstæðunar hjá, hvað myndu þið mæla með? Og það ekkert að því og þið getið alltaf haft samband við okkur líka og við myndum þá bara reyna að hjálpa ykkur annarkvort með því að koma með einhver góður ráð eða bara beina ykkur áfram á einhvern sem gæti hjálpað ykkur með það. Endilega skrifa líka inn í umsóknirnar og bara pæla kannski í því sjálf, hver eru markmiðin með verkefnunum? Hvað það sem þið viljið að verkefnið skili viðkemur inngildingu? Viljið þið að einhverju einstaklingar sem að þið vinni með upplifi sig kannski meira sem gilda þáttakendur í stofnuninni eða að þau verði virkari og komi oftar í námskeið eða svona haldist frekar í því sem þeir eru að gera heldur en að kannski koma og stoppa stutt við. Þannig að þetta getur verið eitthvað svona, þetta getur verið mjög fjölbreytt markmið en það er mjög sniðugt að hafa það voðalega skýrt þegar þið eruð að skipuleggja verkefni. En eins og ég sagði áðan, inngilding kannski veltur svolítið á viðhorfum líka. Það er mjög erfitt að skipuleggja inngildandi verkefni þegar fólk ekki aktíft að vinna að inngildingu og þetta er eitthvað sem að hefst svolítið hjá okkur sjálfum. Þannig að ég ætla núna að biðja ykkur að taka upp síman ykkar og við ætlum aðeins að taka smá æfingu. Og þið bara megi skanna þennan kóða. Allar spurningarnar eru bæði á ensku og íslensku. Ég tala síðan eins inn á milli. Þannig að þið þurfum bara að opna myndavélarnar og skanna þennan kóða en þið getið líka farið inn á menti.com í Vafra og slegið inn kóðan. Og þetta ekki, þið þurfum ekki að hlaða niður neinu forriti eða neitt þannig. Takk. Jæja. Og ég ætla að fletta glærunni eftir augnablik. Þannig að ef þið eru ekki búin að skanna kóðan, þá getið þið samt alltaf að opna Vafran og slegið inn menti.com og þessar tölur þar verða efstar á skjánum. En ég ætla svona að ég sé að það eru ennþá nokkrir símar á lofti hérna. Já, ok. Já, ég ætla bara að tala aðeins og svo þið hafið ennþá tíma til að komast þarna inn. Þessi tilvitnun hérna í æskulýðsvettvanginn sem ég finnst mjög góð. Inngilding felur í sér að viðurkenna og virða fjölbreytileikann og gera alltaf ráð fyrir honum. Það er að gera alltaf ráð fyrir honum. Það er kannski þessi punktur sem ég langar svolítið að hamra á. Að við erum ekki að hugsa kannski inngildingu eftir á, frekar heldur en að vera bara herði á hverjar gætu verið inngildingar þarfirnar áður en við förum í verkefnið. Og inngilding snýr að því að virkja allt fólk til þátttöku og gefa fjölbreyttum hópi fólks kleift að taka þátt í ákvarðanatöku. Þannig að það er líka svolítið mikilvægt að við séum að hugsa þetta frá, eins og ég sagði, A til Ö og líka að leita ráða hjá þeim sem kannski eru meira snert af einhverjum inngildingar þörfum, heldur en við sjálf. Bara svo ég þýði þessa tilvitnun af því að hún er ekki á ensku á glærunni. Inclusion involves recognizing and respecting diversity and always assuming its presence. Inclusion means that you make everybody active in their participation and give a diverse group opportunities to take part in the decision making of the projects. En já, svo ætla ég að leiða ykkur í gegnum þessa æfingu og þið munið læra ýmislegt mig í leiðinni. Þetta er persónuleg æfing sem ég bara bjóð til en þið sjá hvernig þetta fer. Ég ætla bara að byrja því að spyrja hvernig líður ykkur í dag. Bara svona þið fáið smá tilfinningu fyrir því hvernig þetta virkar. Og það er bara allt í lagi að líða ekki vel. Ég bara finn það í suma daga líður mér bara ekki vel, sérstaklega með allt sem er í gangi í heiminum í dag og þetta getur verið bara voðalega stressandi tími og það er bara allt í lagi og ef þið viljið, taka eitthvað smá pásu og hvíla ykkur og þá bara hef ég fullan skilning á því. Ég persónulega er bara ég er bara mjög ánægð að sjá hvað eru mörg í salnum og vonandi mörg að fylgjast með á netinu. Þannig að þið eru svona mestmegnis bara í allt í lagi eða hefða frábært og það er bara rosalega gott. Þannig að ég vona að þessi vinnustofa fari með ykkur jákvæða tóna út í daginn með ykkur. Herru, byrjum að þessu. Þessi er kannski svona eina spurningin sem er svona eins og eitthvað skonar próf, en það er engin skömm ef þið vitið það ekki. Vitið þið hvað alt texti er? Do you know what alt text is? Og engar áhyggjur, ég mun segja ykkur svarið og það er saga á bakvið þetta. Já, eins og þið sjáið þá er svona kannski meiri hlutin sem veit ekki hvað alt texti er. Alt texti er
það texti sem að maður skrifar inn á myndir, þegar maður að setja myndir inn á heimasíður eða til dæmis í tölvupósta, þá kemur oft eitthvað svona, viltu setja inn alt texta og maður eitthvað svona, af hverju ætti ég að gera það? En ef maður þarf að nota svona skjálesara til þess að lesa upp af skjánum það sem þar, til dæmis ef maður með sjónskerðingu eða bara fólk sem blind, að ef það engin texti á bakvið myndina, þannig séð, sem að lýsir því sem á myndinni, þá lesa ekki skjálesarinn hvað á myndinni. Þannig að þá fær fólk ekki allar upplýsingarnar. Við vitum það að myndir segja oft fleiri en 1000 orð, en ef þú veist ekki hvað á myndinni, þá kannski fara einhverjar upplýsingar forgörðum. Þannig að þetta eitthvað sem við getum gert, sem að tekur okkur kannski 30 auka sekundur þegar við erum að setja mynd inn í einhvers konar skjal eða í tölvupóst ef þetta kemur upp. Jafnvel að við erum að setja mynd á Facebook eða einhverja heimasíðu, að skrifa bara á þessari mynd maður sem stendur fyrir framan hús og hann heldur á blöðru eða eitthvað. Og þá erum við að tryggja það að einstaklingar sem að nýta sér þessa tækni til þess að vita hvað á textanum eða skjánum, að þá missa þau ekki af þessum upplýsingum. Og það ákveðin forréttindi að vita þetta ekki, af því að við þurfum ekki að reiða okkur á þessa tækni. Þannig að við þurfum bara að hafa það bak við eyrað að það eitthvað sem að við gætum gert sem væri meira inngildandi og nú vitið þið hvað allt texti Hversu oft á dag pælið þið í aðgengi? Eða how often a day do you reflect on accessibility? Þannig að þú veist, þegar að þið voruð að labba hérna inn í salinn, voruð þið að pæla eitthvað í því, já, betur aðgengi hér, hvað salerni, voruð þið eitthvað að hugsa þetta? Bara gaman að sjá að þetta svona, já, það allavega enginn sem að setja hérna aldrei, það bara flott að það sé þannig, en ég var til dæmis í þessu svona sjaldan aldrei hluta þangað til að fyrir nokkrum árum að þá veiktist elsti bróður minn og nú notar hann hjólastóla því að hann lamaður fyrir neðan brjóst og ég hefði bara aldrei hreinlega pælt í því að þú veist, ég væri kannski að fara á kaffihús eða veitingastæði þar sem að væri bara hægt að fara með niður tröppur eða ég bý á 3. hæð í mjög gömlu húsi og bróður minn getur hreinlega bara ekki heimsótt mig af því að hann kemst ekki upp í íbúðina mína. Það eru forréttindi sem ég hef sem manneskja sem að get gengið á báðum mínum fótum og hef engar aðrar aðgengisþarfir slíkar, þannig að ég bara hef ekki þurft að pæli því. Nú ger ég það hins vegar mjög reglulega, þannig að það er forréttindi að vera ekki alltaf að pæli því. Þannig að þau sem að búa við einhvers konar aðgengisþarfir, þau þurfa alltaf að pæli því. Þannig að það er okkar hinna sem að þurfum kannski ekki alltaf að pæli því, að vera með það bak við eyrað að ef að við skipuleggjum hluti með aðgengisþarfir í huga, þá erum við að létta byrðina á þeim sem að þurfa kannski alltaf að vera að pæla í þessu og alltaf að reka sig á bara skort á aðgengi. Þannig að endilega hafið þetta bak við eyrað í öllu sem þið gerið. Hérna einn svona satt ósatt spurning. Táknið fyrir takk á táknmáli eins í öllum tungumálum, satt eða ósatt. The symbol for thank you in sign language is the same in all languages, true or false. Gaman að vera einmitt með táknmálstúlk hérna þegar ég að segja frá þessari spurningu. Þetta svona smá keppni hérna, satt eða ósatt, já. Já, ég held að meiri hlutin hérna greinilega bara alveg með þetta á hreinu. Ég bara kannski gefa aðeins upp hvernig niðurstöðnar eru. En ég ætla að segja ykkur bara smá sögu. Ég fór á ráðstefnu, Erasmus ráðstefnu fyrir nokkrum árum, þar sem að voru nokkrir þáttakendur sem að töluðu táknmál og þau voru ekki öll frá sama landinu. Og ég fór og kynnti mig fyrir þeim og ég kann að stafa nafni mitt með íslensku táknmáli og kann eitthvað pínu. Og þau voru svona, já, bara, þú veist, flott, en þetta ekki sama táknið á okkar tungumáli. Og ég eitthvað svona, já, ok. Og af einhverjum ástæðum þá hélt ég að táknmál væri bara eins og eitthvað svona esperanto sem að allir gætu skilið, svona eitthvað leynimál. En þarna lærði ég það bara af nauðsyn að þetta var ekki satt, af því að þarna voru táknmálstúlkar að túlka úr ensku, því sem var talað, yfir á sitt-hvor móðurmálin. Þannig að það voru 6 táknmálstúlkar í herbygginu fyrir jafnvel fleiri, fyrir 3 þáttakendur og hérna sem að skiptust á. Og þá fattaði ég að þessi skortur á vitneskju hefði getað orðið til þess að ég geti skipulagt einhvern viðburð og ef það hefði einhver komið að viðburðin sem að talar ekki íslenskt táknmál og það hefði þurft að hafa annan túlk meðferðis til þess að túlka kannski yfir á ensku eða pólsku, það væri ekki nóg að vera bara með einn táknmálstúlk. Þannig að þegar þið eruð að skipuleggja verkefni, ef þið eruð að vinna með hópi sem að talar táknmál,
þá er ekki nauðsynlegt að hugsa þetta ekki bara út frá einu tungumáli. Þannig að það eru bara mállýskur í táknmáli alveg eins og eru í töluðu máli og bara til þess að gefa ykkur dæmi, takk á íslensku táknmáli er svona, en á arabísku þá er það svona, shukran. Þannig að ég kann þessi 2 tákn núna og læriði þar með leiðandi líka að það er mjög mikill munur á milli þessara tungumála og það er bara okkar að læra þetta því að það er stór hluti fólk sem talar táknmál sem fyrsta mál. Önnur spurning úr einu í allt annað. Mitt drauma fjölskylduform, hvernig svo sem þið túlkið það, er samþykkt af samfélaginu. Og svona bara hvernig þið upplifið þetta. Og ástæðan fyrir því að ég spyr að þessari spurningu er að þetta er kannski eitthvað sem við hugsum ekki í daglegu lífi, þau okkar sem erum í þeim forréttinda hópi að bara þurfa ekki að pæla í þessu. Það er það að upplifa að hvernig maður vill vera, haga lífinu, lifa með fjölskyldunum sinni, sé bara einhvern veginn ekki samþykkt, er mjög íþyngjandi. Þannig að ég hugsa þetta oft út frá því, bara ef ég hugsa út frá sjálfri mér, þá var ég alltaf að burðast með alls konar hluti á bakinu þegar ég var yngri, en þetta var ekki eitt af því sem ég var kannski að burðast með. Að vera með áhyggjur af því hvernig samfélagið myndi taka mér í þeim samböndum sem ég yrði eða bara hvernig ég myndi vilja hafa mitt fjölskylduform. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum á bakvið eyrað að það er líka ákveðin svona andleg þyngsl sem að fylgja þessu, að vera einhvern veginn að upplifa alltaf þetta, ég bara þarf að passa mig, það er einhvern veginn, fólk mun ekki taka mér vel, út frá, við getum bara ímyndað okkur alls konar þáttum, en ég er náttúrulega mjög mikið að tala hérna hinseginleikann og ég vil bara að þið hafið það bak við eyrað að þetta er eitthvað sem að kannski fólki getur þótt kvíðvænlegt til dæmis við það að fara út í ferðir til landa þar sem að kannski menningin er öðruvísi. Þetta er bara eitthvað sem að, eru forréttindi að hafa aldrei þurft að burðast með á bakinu. Við sem að, burðumst ekki með þetta, gætum gleymt því að þetta er eitthvað sem er álag fyrir annað fólk. Og það er bara mjög gott fyrir okkur að velta því fyrir okkur hvernig okkur liði og hefði liði gegnum tíðina. Við hefðum alltaf þurft að vera nálum yfir einhverju svona sem okkur finnst bara að vera ógeðslega basic, bara hvernig við elskum og viljum fá að elska í friði. Þannig að bara endilega hvetja ykkur til þess að hugsa þetta. Ok, næsta spurning. Skiljið núna hvernig þetta fer, ég spyr ykkur einhverju spurningu, þið svarið og ég tala ógeðslega mikið. Er þjóðerni þitt stór hluti af þinni sjálfsmynd? Og það er bara mjög misjafnt hvort að það sé já eða nei og það er ekkert rétt eða rangt svar hér. En mér langar bara svona aðeins að koma inn á þetta út frá persónulegri reynslu. Afsakið, fá mér smá vatnssopa. Það er nefnilega, ég er semst þannig að ég er fædd á Íslandi og mamma mín er íslensk en pabbi minn var semst frá Egyptalandi og ég lendi rosalega oft í því að fólk vill einhvern veginn meina að ég sé ekki íslensk. Þjóðerni mitt er samt mjög stór partur af minni sjálfsmynd, þannig að ég er mjög stoltur Íslendingur mörguleiti, horfi á Stellu í Orlofi og syng lög þegar ég fer í útilegur og bara allir pakkinn. En af einhverjum ástæðum þá finnst fólkið að knúi að segja mér að ég sé ekki það sem ég tel að ég sé og þetta er ógeðslega lýjandi og erfitt og sérstaklega þegar maður er yngri kannski. Og ég hugsa líka í þessu sama samhengi fólk sem upplifir það að þjóðerni þeirra í íslensku samhengi sé einhvern veginn eitthvað neikvætt, notað gegn þeim, notað þegar verða að tala illa um það og þjóðerni er oft eitthvað sem maður hefur ekkert vald á að breyta sjálfan sig, maður er með einhverjar tilfinningar gegn því, gagnvart því og svo kannski upplifir maður neikvæð viðhorf annars fólks út frá einhverju sem maður getur ekki stýrt með sjálfan sig. Og það er mjög mikilvægt að hafa þetta líka í huga, þau eru að vinna með fjölbreyttum hópi fólks, hvernig þeim líður í þeirri búblu sem að hópurinn er eða sem samfélagið er og hvað þið getur gert til þess að vera meira inngildandi. Er það að átta okkur á því að fólk sem að skilgreinir sig sem Íslendinga getur verið fjölbreytt eða er það líka að átta okkur á því að það er kannski einhver í hópnum sem er með blanda pólskt íslenskt ríkisfang og upplifir það að það sé alltaf verið að tala um einhverja, helvitis, og insert þjóðerni í umræðum, hvernig er menningin í kringum svona umræður í hópnum og það þarf líka að vinna með það þegar verða að huga að inngildingu. Þannig að eins og sjáum inngilding er mjög fjölbreytt. Hversu oft pælið þið í kynþætti í daglegu lífi, ykkar eigin kynþætti? How often do you think of your race per day?
Og þá hugsum við náttúrulega kynþætti sem þá þetta er náttúrulega félagslegt fyrirbæri sem hefur verið skapað til þess að flokka fólk og við kannski trúum ekkert endilega á að kynþættir séu til, en þeir vissulega hafa áhrif á fólk í daglegu lífi. Og ég pæli, ég veit fyrsta lagi ekki hvað kynþætti ég myndi skilgreina mig, af því að þetta er voðalega skrítið hvernig þetta er allt einhvern veginn flokkað upprunalega og ennþá í dag. En ég veit bara að fólk sér mig ekki sem hvíta. Það er bara eina sem ég veit af því að ég hef upplifað það á eigin skinni. Þar af leiðandi þá pæli ég eiginlega bara alltaf í því hvernig húðin á mér er. Ég var að koma frá útlöndum og ég var bara í sólbaði sem var geggja næs, en svo hugsaði ég, er ég orðin of brún til þess að fara aftur heim til Íslands af því að ég upplifi meira af því að það sé verið að tala við mig á ensku eða verið að segja eitthvað við mig þegar ég er aðeins dekkri yfirlitum heldur en þegar ég er mjög föl eftir heilan vetur á Íslandi. Og þetta eru bara mjög svona sakleysislegt dæmi það hvernig þetta getur verið alltaf eitthvað sem maður pælir í, alltaf þegar maður fer út í búð, alltaf þegar maður fer inn í einhverja stofnun, alltaf, hvernig mun fólk taka mér út frá því sem ég stýri ekki við sjálfa mig, sem er bara húðliturinn minn. Þannig að oft er það þannig að fólk sem að verður fyrir kynþáttafordómum, það er alltaf að pæla í þessu. Og okkur hinum sem að kannski pælum sjaldan, aldrei eða bara stundum í þessu, okkur finnst það kannski skrítið, eins og þau séu bara eitthvað svona obsessed með kynþáttinn sinn, en það er miklu frekar það að reynsla þeirra hefur sýnt það að þau þurfa að vera að pæla í þessu og þau neyðast til þess að pæla í þessu og til þess að vera meira inngildandi þá þurfum við að setja okkur í þau spor að bara sitja og hlusta og vera opin fyrir því að við tengjum kannski ekkert endilega við þessa reynslu og það getur verið að það þurfi að vera einhver umræða þetta annarkvort innan stofnunarinnar eða í hópnum sem er að fara saman í einhverja ferð af því að svo getum við lent í því að kannski í ferðinni upplifir kannski einhver einstaklingur í hópnum eitthvað áreiti eða fordóma og það þarf hópurinn að geta kannski tekist á við það eða verið til staðar því það er ekkert verra heldur en það að lenda í fordómum og segja einhverju frá því og fá svo að heyra bara að maður ekki að taka því alvarlega og bara slaka hans á því þetta er eitthvað sem að tengir mann oft við einhverja mjög sárar lífsreynslu sem getur verið miklu alvarlegri heldur en það kannski litla atvik sem að maður sér að gerist. Þannig að mjög gott að hafa þetta bak við eyrað. Svo erum við að koma að lokum að þessari æfingu. Mér langaði bara að forvitnast hvort að þið hafið einhvern veginn upplifað útilokun á eigin skinni. Og þið getið vert við 1 eða 2, hvort það var viljandi eða óviljandi eða bæði eða ekkert. Og það er bara frábært að það sé fólk sem hefur aldrei upplifað útilokun. Ég er bara ánað að heyra það. En ég held að við könnumst nú flest við að hafa upplifað einhvers konar útilokun. Og bara ef við sitjum aðeins svona með þessari tilfinningu, að upplifa það að vera skilin út undan eða það sé ekki verið að gera ráð fyrir þátttökumanns, bara hvernig manni líður í þessu mómenti. Og okkur finnst oft auðveldara að henda reiður á það að það sem að gerist viljandi, það er rosalega slæmt, útilokun sem gerist viljandi er mjög slæm, en getur alveg vakið jafn neikvæðar tilfinningar þegar það gerist óviljandi, þegar það bara gleymist að taka þátttökumanns til greina, þegar maður er bara einhvern veginn ekki með af því að það hugsaði enginn fyrir því að maður ætti að vera með. Og ef ég kem bara með mjög lítið dæmi frá mér persónulega, að þá, ég er með fæðuofnæmi og þegar ég var yngri var ég með meira fæðuofnæmi heldur en ég er með í dag. Og það var mjög oft þannig að ég lét vita, svo mætti ég á staðinn og það var ekkert búið að pæli því að ég væri með fæðuofnæmi og það var bara engin matur sem ég gat borðað og það var kannski bara svona, já, viltu fá samloku með osti og skinku eða eitthvað. Og ég eitthvað svona, já, allt í lagi, en allir aðrir voru kannski að borða einhverja fína máltíð. Og þetta er bara ógeðslega lítið dæmi, en sem manneskja sem hafði upplifað einhvers konar útilokun fyrir eitthvað ýmislegt annað, þá að vera að upplifa einhverja fordóma og bara svona kannski að koma úr einhverju hverfi sem að fólk var með einhverja neikvæðar hugmyndir og svona. Bara þá hleðst þetta svona ofan á og þá þegar ég fekk ekki matinn sem ég hafði óskað eftir, þá fekk ég bara svona, já, ég er bara eitthvað, ég er bara aldrei velkomin einstaðar. Þótt að það sé ekkert endilega satt, þá er þetta tilfinningin sem það vekur. Þannig að ég vil endilega að þið hafið bak við eyrað þegar þið eru að skipuleggja verkefni, að ef þið eruð ekki að huga að inngildingu, þá getið þið verið óviljandi útilokandi gagnvart einhverjum, þótt að þið meinið það ekki. Og auðvitað er það hvernig þið meinið það, náttúrulega auðvitað skiptir það máli, en fyrir einstaklingin sem að upplifir það getur verið alveg jafn sárt og að upplifa einhvers konar viljandi útilokun eða vera viljandi skilin út undan. Og bara svona til þess að ljúka þessari æfingu, þá langaði okkur lengur að sjá hvort að þið væri með eitthvað svona, ef þið pæla aðeins í því, hvernig ykkur leið þegar þið upplifið útilokun, hvort þið hafið eitthvað svona orð sem að, þið getið sett inn, sem að, hvað hefðu þið þurft?
bara ef þið ímynda ykkur eitthvað dæmi útilokun, hefði það verið skilningur, stuðningur, bara eitthvað sem ykkur dettur í hug. Þið þurfum ekki að nota þessi orð, en væri bara gaman að sjá hvað þið sem að svona, hvað hefðu þið þurft á að halda þegar að þið lentuð í einhvers konar útilokun. Sýnt virðing, já. Þolinmæði, já, frábært. Hlýja, já, frábært, gaman. Samkennd, já. Þetta sem að samkenndin að koma svolítið sterk inn, tillitssemi, skilningur. Og þetta óslega frábært að sjá þetta, af því að við vitum það að þið greinilega, já. Ef þú upplifir útilokun, já, hún skildi ekki alveg spurninguna, bara svo þau sem eru í streymi heyri, ef þú ert að upplifa útilokun, í þessu mómenti þar sem þú upplifir útilokuna, hvað hefðið þú þurft til þess að líða betur? Og ég sé þetta, að samkenndin að koma mjög sterkt inn hana og ég ætla líka að adressa á ensku because we've provided the slides in English. I want to iterate as well that we will have an English-speaking follow-up tomorrow. So any of you who are English-speaking, you're welcome to participate online for an English-speaking follow-up of this workshop, where I will go over the slides and have a little talk or answer any questions if there are. En ef við skoðum þetta út frá, þetta rosalega fjölbreytt, það menningarnæmi, þolinmæði, sjálfstraust, skilningur, umhyggja, vinátta, samtal. Þetta allt eitthvað sem við getum haft í huga þegar við erum að skipuleggja verkefni. Viljum við, það erfitt kannski að sýna einhverju samkennd sem við höfum ekki þekkingu á, þurfum við þá kannski að fræða okkur aðeins stöðu þeirra sem við erum að reyna að vinna með. Hvernig sýnum við umhyggju ef það kom upp einhverjar aðstæður úti í ferðinni, getum við undirbúið það einhvern veginn. Þannig að það er rosalega margt sem að okkur finnist gott að hefði verið gert þegar við upplifum útilokun. Hvað getum við tekið eitthvað af þessu inn í þau verkefni sem við erum að búa til? Það rosalega gott að hafa þetta bak við eyra þegar þið að skrifa út frá þeim hóp sem þið eruð að vinna með. Hvað þarf hópurinn á að halda og jafnvel bara fara og spyrja hópinn, bara hvað þyrftu þið til þess að ykkur liði ekki útilokuðum þegar við færum saman í Erasmus-verkefni. En það er bara gaman að fá að sjá þetta. Núna ætla ég að hoppa aftur yfir í glærunar okkar og sjá. Svona. Og nú ætlum við að taka nokkuð dæmi sem að vonandi hjálpa ykkur áður en að við förum í umræðurnar. Ég ætla að biðja hana Svandísi, kollega mína úr háskólahlutanum í Erasmus Plus, að koma hérna og segja aðeins frá því sem þau hafa verið að gera í háskólanum, sem að við kemur inngildingu. Gjörðu svo vel, Svandís. Komið sæl. Já, ég heiti Svandís og ég starfa í háskólateymi Erasmus Plus. Og Miriam bað mig aðeins að segja frá þeirri inngildingavinnu sem við erum búin að vera að fara í háskólahlutanum. En í háskólahlutanum þá er hægt að sækja inngildingastyrk og hún fór aðeins yfir þennan raunkostnaðarstyrk sem er hægt að sækja og það er í rauninni ekki tæmandi listi yfir hvaða hópar geta sótt þar En svo erum við líka með þennan top-up sem er þá föst upphæð á mánuði sem kemur aukalega ofan á mánaðarlegan styrk til nemenda sem að fara í skiptinám eða í dvöl erlendis. En líkt og og já, bara svo ég taki fram þá þetta á í rauninni bara við háskólahlutann. Þetta er bara hægt í háskólahlutann, en ég hugsa að þið getið samt lært eitthvað af þessari vinnu sem við fórum í. Og líkt og Miriam tók fram áðan þá er gott að byrja bara smátt og það er nákvæmlega það sem við gerðum þegar þetta varð option í háskólahlutanum er að við byrjuðum smátt og komum með þetta fyrsta viðmið nemendur með börn undir 18 ára. Það þýddi að nemendur með börn undir 18 ára sem að voru að fara í dvöl erlendis í gegnum Erasmus Plus í háskólahluta
Þau gátu fengið þennan auka 250 evrur á mánuði. En við vildum endilega gera betur og fórum þá og áttum svolítið bara opið samtal við alþjóðafulltrúa háskólana og við komum með dæmi mörgu viðmið sem að landskriðstofur bara í öðrum löndum Evrópu voru að nota og bárum þessi viðmið undir háskólana og þau hjálpa okkur að sigta út viðmið sem að áttu vel við á Íslandi. Og þá frá skólaárinu 2023 þá erum við búin að vera með þessi viðmið í miðjunni. Frá og með að þessi viðmið í miðjunni fór á stað, þá fengum við ennþá fleiri áköll frá háskólanum að fá bara ennþá fleiri viðmið. Þannig að þá vildum við ganga ennþá lengra og við settum á stað inngildingar vinnuhóp sem var þá samansettur af alþjóðafulltrúum háskólana og einum starfsmanni landskriðstofunnar. Og þá fórum við bara í ítarlega vinnu að identifæja hópa og hvaða hópa þeim fannst vanta þarna inn og að því að í rauninni þá erfitt fyrir okkur að sitja á einhverju skrifstofu og reyna að átta okkur á hvaða hópar þurfa fleiri aðstoð og það miklu frekar alþjóðafulltrúnir sem að vinna hands on með nemendurum sem að geta farið í þessa vinnu að átta sig á hvaða hópa vantar, hvaða hópar eru ekki að fara í skiptinu eða út í einhverjar dvalir. Þannig að við það bættust þessi 2 hópar sem eru neðst niðri. Það eru nemendur með efnahagslegar hindranir og nemendur með búsetu á landsbyggðinni. Og við erum nýbúin að fá þessi 2 viðmið núna samþykkt og þau munu þá taka gildi frá með skólaárinu 2025 til 2026. En líkt og ég sagði þá þetta topp upp þetta á aðeins við háskólahlutunum en mér langaði bara að nýta þetta tækifæri til þess að hvetja ykkur til þess að hugsa út fyrir ramman. Setjist þið niður, eigi samtöl við kollega, við styrkþega, við nemendur, hvaða hópar eru ekki að sækja að fara einhvers út í dvöl eða hvað sem er. Þannig ég vil bara, hvetja ykkur til þess að eiga þessi samtöl við hvort annað og bara aðstoða hvort annað við að reyna að identifæja hverjir þurfa aðeins meira aðstoð. Takk fyrir. Takk Svandís. Það er búið að vera mjög gaman að fylgjast með þessari vinnu hjá alþjóðafulltrúunum í háskólanum því að það krefst náttúrulega alltaf einhvers samtals og það er svona samtalið sem við viljum kannski hvetja ykkur til þess að reyna að gera þótt að það sé kannski ekki alveg þannig að þetta eigi við aðra sektora, það séu svona top-up styrkir en bara sjá þessa vinnu eiga sér stað sem að fólk var fyrst kannski bara þetta allt of flókið og svo þegar þau fóru að vinna með þetta þá svona þetta kannski ekkert svo flókið. Við getum alveg gert þetta og við getum þá reynt að bjóða fleirum aukinn stuðning til þess að vera með. Þannig að mér finnst þetta bara frábær vinna og bara búið að vera gaman að fylgjast með þessu. Ég ætla rétt að segja ykkur frá einu jafningjafræðsluverkefni sem var í hinu húsinu og svo ætla ég að fá hann Óla til þess að koma stuttlega og segja frá næsta punkti. En bara til þess að gefa ykkur dæmi, þá var verkefni, æskulýðsverkefni í hinu húsinu sem að fólst í því að ungt fólk þar í jafningjafræðslunni var að vinna með ungu flóttafólki og þau vildu gera, bara þau ætlaði að hafa svona, Já. Hinu húsinu, ef þú meina hitt húsið sem er niður í Elliðaá? Já, akkurat, já. Hitt húsið er sem sagt í Elliðaádalnum og þetta er svona miðstöð fyrir ungt fólk. Það er mjög mikið og fjölbreytt starf, æskulýðsstarf sem fer þar fram. En já, þau sem sagt voru með verkefni fyrir ungt flóttafólk og þau voru búin að hanna þarna eitthvað svona dag þar sem að unga flóttafólki átt að fá að prófa að gera eitthvað svona mjög típiska íslenska hluti sem að unglingar gera og það var bara frábært verkefni og algjörlega til fyrirmyndar en þau fengu mig inn í verkefni til þess að koma og veita þeim smá ráðgjöf hvað þetta varðaði upp á þau væru nú almennilega inngildandi og þegar við fórum að skoða dagskrána sem þau höfðu teiknað upp og þá ætluðu þau að fara með hópinn í sund. Og ég sagði já, það nú kannski misjafnt eftir hópum flóttafólks hvort að þeim líði þægilega með það að fara í blönduðum hópi í sund, sérstaklega með fólki sem þau þekkja kannski ekki. Af því að sundmenning er ekki rík alls staðar eins og hún er hér
og þá tóku þau þá ákvörðun að breyta til og fara frekar með þau, sýna þeim sundlaug, sýna þeim hvernig maður fer í sund og hvar maður kaupir miðana og hvað það kostar og fara svo frekar með þau í einhverja leiki og fara í ísbúð og gera eitthvað annað. Af því að þau höfðu bara ekki hugsað út í það væri kannski bara ekki gaman fyrir hópa fólki sem hafði aldrei hist að fara í sund einhvern veginn í fyrsta skipti í svona stórum hóp. Þannig að þetta var bara eitthvað sem það hafði ekki dottið í hug. En þetta var mjög inngildandi af þeim að fá þessa ráðgjöf áður en að verkefni byrjaði það hvernig þau gætu hannað það þannig að það yrði þægilegast fyrir þau öll. Óli, þú mátt endilega koma og segja frá þessu ungmennaskiptaverkefni sem að þú þekkir ágætlega. Já, komið sæl. Við erum með styrktiða fyrir austan á Egilsstöðum sem hefur verið að sækja hjá okkur í æskulýðshlutanum fyrir ungmennaskiptaverkefnum og í einu af verkefnunum þeirra þá voru það að vinna með svona einstaklingu frá Írlandi sem voru komið frá svona, eru með færri tækifæri eins og við köllum þau og komu jafnvel frá heimilum þar sem var ekkert mikið á milli handana og þau nýttu inngildingarstyrkin til þess að kaupa göngubúnað fyrir þessa þáttakendur vegna þess að þau hafði átti ekkert öll fjallgönguskó eða slíkt og þessi styrkþegi sem búin að sækja fleiri verkefni hjá okkur og núna til dæmis verið að vinna með það að sækja fyrir útilegubúnaði og slíku sem að þau vita að einstaklingarnir hafa ekkert, eiga ekki eða hafa jafnvel ekki efni á að kaupa. Þannig að þetta notað alveg frá því að fjármagna vegabréf yfir í einhvern svona búnað, yfir í aðstofafólk og svoleiðis. Þannig að endilega hafið í huga og bara hafið samband við okkur ef þið viljið nánari upplýsingar hvernig hægt að nýta þetta í verkefnunum betur. Takk kærlega Óli, þetta var stutt og laggott og bara sýnir fjölbreytileikann í þessari áætlun og þá hugsa maður það þannig að þessir einstaklingar, þau hefðu bara hreinlega ekki geta tekið þátt í þessu verkefni ef þau hefðu ekki fengið þennan búnað. Þau hefðu líklegast bara bakkað út ef það hefði verið eitthvað skilyrði að þú verður að vera með fjallgönguskó og hvað eiga foreldrar sem eiga ekkert milli handana að fara að kaupa handa þeim fjallgönguskó. Þannig að þá búið að taka þessar áhyggjur af þeim áður en þau fara út í verkefnið. Ég ætla að sýna ykkur myndband núna frá Noregi, þannig að það er með enskum texta, ég vona að annars sé bara norskan eitthvað sæmileg. Þetta er sem sagt fullorðinsfræðsluskóli í Oslo og bara svo þið viti að það er hérna 5 manna hópur í upphafi myndbandsins, það eru bæði nemendur og kennarar, en það hittir akkurat þannig á og hún segir að við fórum 5 starfsmenn, en þetta er sem sagt ekki bara starfsfólki sem sést þarna, heldur líka nemendurnir, af því að ef maður heldur þetta sé allt starfsfólki þá skilur maður myndbandi kannski aðeins öðruvísi. Nú skulum bara kíkja á þetta. Úps, já, hljóðið. Heyrist það ekki í salnum? Nei. Ok. Það er texti. Við bara reyna að hækka hérna. Ég veit kannski bara. Vi dro jo 5 ansatte og 10 deltakere til Sardinia på et Erasmus+-prosjekt. Grunnen til at vi ville være med på dette var jo fordi at vi så på det som en kjempefin mulighet til at deltakerne våre kunne få helt andre opplevelser enn det de får på skolen. Overrasket de oss egentlig veldig med hvor bra det ble da. Så ja, det var kjempefint. Så det var helt fantastisk at jeg har vært med. Jeg trodde ikke det blir så gøy. Viktigste at jeg har lært at man kan samarbeide selv om man har ikke samme språk. Vi lærer en ting på Sardinia. Vi gjør ting sammen, fordi vi må bo sammen, vi må respektere andre. Og vi var jo veldig spent på hvordan det skulle gå, for vi skulle samarbeide med disse italienerne, som også, det var jo innvandrere derifra også, men også de som var italiensk. Og så at vi ikke hadde noe felles språk, var vi veldig spent på hvordan man skulle få til et faglig opplegg. Og det som vi så var jo at vi fikk det jo til, men det måtte kanskje være litt mer praktisk. Og vi hadde mye gruppearbeid, og så var det, vi blandet språk. Det var norsk, italiensk, arabisk, kroppsspråk og masse humor. Og nå i ettertid så snakket jeg med en deltaker i går som
bare for ville komme og takke meg for at hun var, sånn, altså, hun var så glad for å ha fått denne muligheten. Og det var fordi at hun hadde sett på den skolen vi var på, så var det var en del eldre italienere som gikk på skole der. Og at hun kunne se sånn, ok, det voksne går på skole, du kan fortsatt lære. Og hun hadde på en måte fått en sånn ny motivasjon til at ok, jeg er voksen, men jeg kan lære. Og så at i ettertid når hun kom hjem, så hadde hun begynt å gå på biblioteket, låne seg bøker og jobbet mye med leksene. Så hun var helt sånn, nå har jeg fått en ny motivasjon. Og det synes jeg var veldig fint. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt myndband og af því að við eigum kannski ekki mörg svona myndbönd hérna frá Íslandi þá vildi ég endilega sýna þetta frá sem að norsku kollegar okkar senda okkur daginn. Og svo ætla ég að koma með eitt myndband og svo fáum við eina dæmisögu frá tónlistarskóla Kópavogs. En byrjum á þessu hérna myndbandi, ferðalag sem að hópur frá Reykjalundi fór til Svíþjóðar í heimsókn þangað. Reykjadalur bara, eins og margir vita, suðumbúðir sem að Styrktarfélag Langmóra fatlaðra ykkur í Mosfellsdalnum og ákváðum að sækja styrk hjá Erasmus+ og fara út og heimsækja þessu jákvæðu þar. Ég vil meina það bara að þetta hafi gert okkur öll bara sterkari hóp þessi ferð, sko. Við vorum svo hrikalega spennti yfir þessu verkefni að það var gaman bara allt þetta prósess að plana þetta og allt. Þegar við vorum á leiðinni þangað í rútunni og það var verið að keyra með okkur í Grenska og þá bara var ég mindblown. Þetta var bara eins og við værum að fara á einhverja, þú veist, eyju í James Bond-mynd. Þetta var sko heil eyja sem að þau eru bara með út af fyrir sig, skilur við. Og þetta er bara, vá, hvaða partí er þetta? Þetta á ekki að stoppa neitt. Hvort sem maður er fatlaður eða ekki, bara njóta þess að vera saman. Þannig að eins og þið sjáið að þá er þetta hérna bara mjög fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem eru hérna í boði í Erasmus. Ég ætlaði hérna að fletta aðeins og opna annað myndband. Svona, og þá ætla ég að biðja hana Pamilu frá Tónlistarskóla Kópavogs að koma og segja okkur aðeins frá því hvernig þau hafa unnið með inngildingu og hérna, tónlist innflytjenda, við skiljum þetta. Já, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Við í Tónlistarskóla Kópavogs vorum með verkefni áhrif innflytjendar á Íslandi. Og við vorum að byrja þessi verkefni því okkur fannst tíminn til að fara gegnum mál. Ég sjálf tónlistarkennari og ég sá breytingu og ég er búin að vera á Íslandi í 21 ár. Og ég sá því miður smá breyting í segjum bara vitlaust leið með innflytjendar. Og mér fannst komin tími til að líka í tónlistarskóli fara í gegnum það mál, en ekki með umræðu, heldur með það sem við erum vanir að gera, tónlist. Þannig að við hugsa okkur að fara í smá tónlistarsögu og við sá okkur að tónlist á Íslandi er það sem er rík dæmi. Því voru rosalega margra innflytjendar sem komu og líka flotta fólk sem komu og gerði það dæmi sem er í dag. Þannig að ég er frá Ítalíu og við fundum tónlistarskóla á Ítalíu sem var líka með margra innflytjendar og flotta fólk og bjögum við verkefni með lög sem gert áhrif á tónlistarlífi bæði á Ítalíu og á Íslandi. Og það sem var rosalega flott og í lokaverkefni er að sjá nemanda
að tala innflytjendar og áhrif innflytjendar á Íslandi í tónlist. Ég segir með glitter í augu, með positív hluti. Þannig að já, það var rosalega flott að sjá hvernig endaði verkefni. Því miður við erum svolítið mikið listafólk, við erum ekki mikið að gera myndbönd og sýna hvernig var ferli á okkar verkefni, en ég ætlum að gera það. Því mér finnst mjög mikilvægt að sjá og sýna okkar dæmi sem getur hjálpa kannski aðra tónlistaskóla líka að fara í gegnum þessi mál með okkar tungumál, með tónlist. Takk kærlega Pamela, eins og þið sjáu að þá þarna var verkefni þar sem að jákvæð áhrif innflytjenda var bara svona þema í verkefninu. Það var kannski ekki endilega verið að sækja einhvern inngildingarstyrk fyrir flutninga á einhverjum búnaði, en það var bara búið að gera verkefnið á mjög inngildandi hátt bara til þess að hafa einhver jákvæð áhrif út í samfélagið. Og þetta bara, núna fyrir við að þetta í umræðuhópa, þannig að það verður svona praktískara núna það sem eftir kemur, en ég ætla að enda þetta á að spila fyrir einhver myndband frá tónlistaskólanum bara til þess að loka þessu svona, þannig að þau sem eru á netinu geta farið inn á Teams og þar taka samstarfskonur mínar Embla og Margrét á móti þeim fyrir umræðuhópið þar, en bara svona, þannig að núna það að þið getið svona aðeins slakað á og ég ætla að leyfa ykkur að njóta tónlistar frá tónlistaskóla Kópavogs svona í lokin. Sjá. Já, núna ætlum við bara að fara að taka ykkur í smá umræður, bara þakka ykkur fyrir áhörnina hingað til. Ég er með nokkra svona kannski punkta sem að væri gaman að bara rétt að nefna hvað er ekki inngilding ef að þið getið tekið þetta með ykkur inn í umræðuhópana á eftir. Ef að verkefni er með þema sem er inngilding, það er verið að vinna sérstaklega með inngildingu, en það er kannski ekki haft samráð við hópinn sem að unnið er með, að þá getum við upplifað það það gerist eins og Óli er að tala um að það er að fara í einhverja útivistagöngur, en svo kannski hafa ekkert allir færi á því að taka þátt í útivistagöngum. Er þá verkefni raunverulega inngildandi þótt að það segist vera inngildandi? Þannig að við þurfum að horfa á það þannig að það er raunverulega ekki inngildandi bara þótt að segja það. Þannig að það þarf að taka fram hvernig í umsóknarferlinu, hvernig allir þessir þáttakendur geta tekið virkan þátt í verkefninu. Og líka annað dæmi, verkefni þar sem að vera að tala 20% af þeim sem við vinnum með þessari stofnun eru innflytjendur eða börn innflytjenda, eru með erlendan bakgrunn,
en svo kemur kannski hvergi fram í verkefninu hvernig á að tryggja þeirra þáttungu og ég man eftir einu verkefni þar sem var sótt að þáttakendur sem átt að fá að fara með í verkefni þurfti að klára einhvers konar verkefni, fylla eitthvað út og það verkefni var bara á íslensku. Það þurfti bara að lesa einhverja bók á íslensku og skrifa einhverja greinagerð og svo átt að velja hópinn sem átti fara í ferðina. En það var samt alltaf verið að taka fram að 20% nemenda í skólanum væru með erlendan bakgrunn eða eitthvað. Og þá hugsaði ég, er það raunverulega inngildandi ef að síðan í ferlinu detta þau út og geta ekki tekið þátt. Þá hefði verið gott að taka fram í umsókninni þessi hópur sem að talar ekki íslensku, þau fá annað verkefni sem þau þurfa að klára til þess að geta mögulega verið með í verkefninu. Þannig að er það verkefni inngildandi, það þarf þá að koma skýrt fram hvernig það er gert. Þannig að já, fyrir ykkur að hugsa á meðan þið eruð í hópavinnunni og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir áheyrnina og við slökkum þá á útsendingunni núna.